Þingmenn stjórnarandstöðunnar voru sakaðir málþóf þegar dómsmálaráðherra mælti fyrir útlendingafrumvarpinu á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan krafðist þess að umræðunni yrði frestað. Ný ríkisstjórn er að taka á sig mynd í Bretlandi eftir að Rishi Sunak tók við embætti forsætisráðherra í morgun. Hann heitir því að sameina þjóðina og bæta fyrir mistök forvera síns. Stjórnvöldum og samfélaginu öllu tókst vel að glíma við kórónuveirufaraldurinn. Þetta er niðurstaða nefndar á vegum forsætisráðherra. Þó voru sumar settar reglur of flóknar. Meðlimur Pussy Riot gagnrýnir Vesturveldin fyrir aðgerðaleysi gagnvart uppgangi rússneskra stjórnvalda sem hafi færst nær alræðisstjórn undanfarinn áratug. Mótmælendur í Rússlandi séu barðir, pyntaðir og teknir úr umferð. Íþróttavöruframleiðandinn Adidas hefur slitið samningi við rapparann Kanye West. West lét hatursfull ummæli gyðinga falla á samfélagsmiðlum og vöktuðu mikla reiði vestanhafs. Komið sæl. Dómsmálaráðherra sakaði þingmenn stjórnarandstöðunnar málþóf þegar hann mælti fyrir útlendingafrumvarpinu á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan kvartaði undan að félagsmálaráðherra væri ekki í þingsal og vildi að umræðunni yrði frestað. Höskuldur Kári Schram fréttamaður er á Alþingi. Hvers vegna vildu þingmenn ræða þetta við félagsmálaráðherra? Þingmenn stjórnarandstöðunnar og aðallega þingmenn Samfylkingarinnar og Pírata vilja meina að frumvarpið hafi áhrif á málaflokka sem í dag heyra undir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og þess vegna vildu ræða við félagsmálaráðherra þetta mál en ráðherra gat ekki orðið við þeirri beiðni. En umræðan þetta frumvarp hófst hér á Alþingi á 3. tímanum í dag og stendur enn og mun væntanlega standa eitthvað fram á kvöld og áður en við höldum lengra skulum við sjá brot úr umræðu dagsins. Hér er nefnilega verið að leggja til að hlutur sem er á könnu félagsmálaráðherra í augnablikinu færist yfir til dómsmálaráðuneytisins og þetta frumvarp er ekki orðið að lögum og meðan að svo er ekki þá á félagsmálaráðherra að vera hér á staðnum. Það sem við erum að upplifa hér núna er það sem að dæmigert er kallað málþóf í þessu þingi og ef nú orðið til þess að þetta vitnar til síðasta vetrar í því að skilvirkni þessa þings er náttúrulega með eindæmum léleg. En það að við komum hér upp, biðjum réttilega að ráðherra taki þátt í umræðunni og svo komum og kvörtum yfir því að hæstvirtur dómsmálaráðherra svari ekki spurningum sem hann gerir ekki og því hann snýr bara út úr. Það er ekki heiðarlegt bein í líkamanum hans, því miður, hann snýr bara út úr allri umræðu, að það er málþóf. Seldu mér annar. Þetta sagði Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata í dag, en hjá mér eru Bryndís Haraldsdóttir og Helga Vala Helgadóttir, þingmenn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokks. Helga, svo ég byrja á þér, þú lagðir það til í dag að umræðan yrði frestað, hvers vegna? Jú, vegna þess að hluti málsins sem er verið að fjalla hér í dag er á málefnissviði Guðmundar Inga Guðbrandssonar sem er félags- og vinnumarkaðsráðherra. Hann þarf auðvitað að taka þátt í umræðunni, hann hefur talað mikið í fjölmiðlum, en það er hérna sem að hinn lýðræðislega umræða fer fram í þingsal. Er þetta partur af einhverjum málþófi? Nei, en ég held að sjálfstæðismenn, kannski eru það fyrirvarandi, þeir hafa nú verið ansi duglegir hér í þingsal í dag. En hvers vegna eru þið svona mót þessu frumvarpi? Mótið því, ég meina það er ekki að taka á neinu því sem að fjalla hefur verið í fjölmiðlum undanfarið, einhver vandi á landamærum, vandi varðandi fólksfjölda, vandi innviða, ekkert í þessu frumvarpi er að taka á neinu af því sem að hefur verið fjallað. Bryndís, þið sjálfstæðismenn áður en þið afgreidduð þetta frumvarp út úr þingflokki þá settu fyrirvara við þetta frumvarp. Hverjir eru þessir fyrirvarar? Ég held að hver og einn þingmaður verður bara að fá tækifæri til að lýsa því ef einhver fyrirvari er til staðar en þeir sumir vildu kannski ganga lengra og horfa kannski meira á frumvarpið eins og var hér síðast. En það er alveg ljóst að hér eru málamiðluna frumvarpa að ræða, mikilvægt frumvarp sem tekur á svona þáttum sem að stjórnsýslustofnanir hafa verið að benda á að væri ákveðin galli í kerfinu. En það er alveg rétt hjá Helgu vel að þetta breytir ekkert öllu í málefnum útlendinga og það þarf að ræða ýmislegt meira og dýpra en hér er mál á herðum dómsmálaráðherra og það er bara ágætis umræða sem á sér stað núna upp í þingsalnum og vonandi heldur hún svo áfram í nefndinni hjá okkur. Er einhverja líkur á því að þetta frumvarp verði samþykkt og afgreitt hér á Alþingi fyrir jól miðað við umræðuna í dag? Ég vona það svo innilega. Ég ætla að vera bjartsýn á það að við náum saman í nefndinni sem flestum það að afgreita mál því eins og ég segi það er mikilvægt þó það taki ekki á öllum þáttum, við getum tekið þá umræðu lengra en það er mikilvægt að taka til í þessari lagaumgjörð og svona gera hana skilvirkari.
Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Höskuldur Kári á Alþingi. Og við höldum út í heim. Rishi Sunak tók formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands á fundi með Karli Bretakonungi í morgun. Þriðja ríkisstjórn landsins á þessu ári farin að taka á sig mynd og það hefur verið stöðugur straumur íhaldsmanna í Downing-stræti 10 nú síðdegis og fram á kvöld. Sunak hélt sína fyrstu ræðu sem forsætisráðherra hádegisbil í dag og hét því að sameina bresku þjóðina. Fyrsta eldraun Sunak í embætti verður á morgun þegar hann mætir leiðtoga Verkamannaflokksins í fyrirspurnatíma í neðri málstofu breska þingsins. Velkomin Ólöf Ragnarsdóttir. Ný ríkisstjórn farin að taka á sig mynd, hvernig lítur hún út og eitthvað þar sem kemur sérstaklega óvart? Já, hún ekki alveg fullskipuð, það ennþá að berast fregnir nýja ráðherra, en þau eru samt þó nokkur sem að fá að sitja áfram. Þar meðal Jeremy Hunt sem var skipaður fjármálaráðherra eftir að Kwasi Kwarteng var rekinn á dögunum svo eftirminnilega. James Cleverly verður áfram utanríkisráðherra og Ben Wallace varnarmálaráðherra, svo eitthvað dæmi séu nefnd. En það sem að vakti athygli, það kom svolítið óvart, að Suella Braverman sem að sagði af sér fyrir tæpri viku, hún aftur orðin innanríkisráðherra, varla náðu að loka hurðinu eftir sér þegar hún komin aftur inn í ráðuneytið. En svo það Penny Mordaunt sem að reynda að bjóða sig fram gegn Sunak en fekk ekki nægan stuðning hjá þingmönnum flokksins. Hún fær ekki stöðuhækkun, fær ekki ráðherraembætti og það litið á það sem svona móðgun við hana. Hún var áfram leiðtogi flokksins í neðri málstofunni. Einmitt, nú hefur íhaldsflokkurinn verið svolítið sundurleitur og sumir segja sundurtættur. Þetta ráðherra val hans eitthvað út spekulera til þess að reyna að sætta stríðandi fylkingar innan flokksins? Já, það má alveg segja sem svo að hann sé svona svolítið að reyna þetta raðirnar sem að einmitt það sem að hann heitir að gera og ekki bara innan flokksins heldur segist hann líka vilja sameina þjóðina og þetta kom fram í hans fyrsta ávarpi sem forsætisráðherra fyrir utan Downing-stræti í dag en í því ávarpi þá skaut hann líka svona létt á Liz Truss forvera sinn sem að hrökklaðist úr embætti eftir afar umdeildar efnahagsaðgerðir. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. Nýr forsætisráðherra með ýmis markmið en líklegt að hún takist ætlunarverkið að koma á rói í Bretlandi? Það eru skiptar skoðunum það eins og líklega flest annað en við getum alveg sagt að það ríkir svona hæfileg bjartsýni það, bæði innan íhaldsflokksins og svo líka á meðal almennings. En hljóði í stjórnarandstöðunni það hefur ekkert breyst. Þau kalla eftir kosningum og segja Sunak ekki hafa eitt einasta umboð til þess að stýra landinu. En við skulum ljúka þess á að heyra þessi í almenningi, í kjósendum og bæði í Lundunum og svo í Richmond sem einmitt kjördæmi nýja forsætisráðherrans. I mean, it's about time that we had somebody that wasn't white and vastly old taking over. That's great news. That's the only logical thing I've ever heard from the government in a long time. Won't work. It's got to go. Got to move aside. Well, I think no matter who we have in charge at the minute, they're going to be fighting a losing battle at the minute, aren't they? We are where we are, and I'd prefer to have a general election, but Rishi Sunak could do a better job than most, I think. Heilt yfir stóðu stjórnvöld sig vel í að takast á við kórónuveirufaraldurinn. Þó var flækjustig í sumum reglugerðum og breytingareglugerðum of hátt. Þetta niðurstaða nefndar á vegum forsætisráðherra. Almannavarnir og sóttvarnalæknir voru vel undirbúin þegar kórónuveirufaraldurinn skall hér á í upphafi árs 2020. Þetta niðurstaða 3 manna nefndar á vegum forsætisráðherra sem skilaði 550 blaðsíðna skýrslu í dag. Þessi glím okkar við COVID-19 faraldurinn segir dálítið góða sögu og áfall á þessu mælikvarða, náttúrulega þegar allt þannig til hins ítrasta, sýnir okkur úr hverju samfélagið okkar gert. Auðvitað stóðu stjórnvöld sig vel mörguleyti, en við mögum ekki gleyma því að við stóðum okkur öll vel. Skýrslan tók ekki til efnahagsmála og heilbrigðisþjónustu í faraldrinum. Heilbrigðisráðherra setti í faraldrinum 140 reglugerðir og breytingareglugerðir sóttvarnaráðstafanir og voru sumar reglurnar býsna flóknar.
og enn bætist í COVID-hugtakasafnið. Í ysta hringnum eru þeir sem þurfa að viðhafa svokallað einkenna varúð. Það eru þeir sem voru í litlum eða engum samskiptum við hinn smitaða en voru til að mynda í sama rými eins og matsal en ekki á sama tíma. Þegar sett reglugerð svona mikilvæga hluti eins og hvernig þú mátt haga þér, hvernig atvinnustarfsemi þú mátt halda úti, kröfur sem eru gerðar til þín vottorð og slíkt þegar þú þarft að ferðast yfir landamæri, að þá mjög mikilvægt að þessi skilaboð séu aðgengileg. Nefndin telur að stjórnvöld hafi gætt vel að viðkvæmum hópum, þó ljóst að áhrifa gætti á líðan barna. Við sjáum mjög margar mælingar á líðan barna og þær segja okkur raunverulega alla sömu sögu. Þeim líður ver og ver og stúlkunum líður miklu ver en drengjónum. Og þetta auðvitað stórt viðfangsefni sem við þurfum að stíga inn í. Kannski hafi faraldurinn einhver stigmögnunaráhrif en hann ekki einu orsökin. Liðsmaður rússnesku punk-hljómsveitarinnar Pussy Riot segir að svo lengi sem Evrópuríki haldi áfram að kaupa olíu og gas frá Rússlandi hagnist Rússar á innrásinni í Úkraínu með því að hækka orkuverðið. Rússnesk stjórnvöld hafi farið úr því að vera einræðisstjórn yfir í að vera ofbeldis- og alræðisstjórn á undanförnum árum. Rússneska hljómsveitin og aðgerðasinnarnir Pussy Riot eru staddar hér á landi til að undirbúa yfirlitssýningu verka sinna undanfarinn áratug. Þær hafa vakið mikla athygli fyrir gagnrýni sína á stjórnvöld í heimalandinu sem hafi einungis breyst til hins verra. It changed from authoritarian regime to extremely totalitarian terrorist state. Masha segir vesturveldin hafa setið hjá á meðan rússnesk stjórnvöld færðu sig smám saman upp á skaftið með hræðilegum afleiðingum. There were more and more repressive laws, there were more and more people went to jail. During all that time, unfortunately, there were no sanctions. After poisoning Navalny, no sanctions. After murder Boris Nemtsov, no sanctions. So from 2014, when Crimea was annexed, there was almost no reaction from the West, which actually gave them an understanding that you can take the territories of other countries and no one will say anything. Þar sem Evrópulönd haldi áfram að kaupa olíu og gas af Rússum hafi Pútín jafnvel fundið leið til að hagnast á innrásinni í Úkraínu með því að hækka orkuverðið. So they killed hundreds of thousands of people and they got more money. Árið 2012 satt Masha í rússnesku fangelsi fyrir andóf. Hún segir eins komið fyrir mörgum vina sinna ef þeir dirfast að gagnrýna stjórnvöld. Some of my friends are imprisoned for more than 2 years. Some of people whom I know being beaten and raped and tortured. Eftir mikinn þrýsting hefur íþróttavöru framleiðandinn Adidas slitið samstarfi við bandaríska rapparann Kanye West. West hefur látið hatursfull ummæli gyðinga falla á samfélagsmiðlum og var settur í bann á Twitter og Instagram. Kanye West af mörgum talinn einn áhrifamesti rappari seinni tíma, en síðustu misseri hefur hann verið til umfjöllunar fyrir margt annað en tónlist. Fyrir 4 árum greindi West frá því að hann væri með geðhvarfasýki, en hann hefur ekki viljað taka lyf því hann telur að þau dragi úr sköpunargáfu hans. It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. Árið 2020 tilkynnti hann framboð til forseta Bandaríkjanna. We are all God's people. There's no bad people. There are lost people. Hann dró það síðar tilbaka en í fyrra sótti raunveruleikastjarnan Kim Kardashian skilnað frá honum. Fyrr á þessu ári greindi hún frá stöðugu áreiti af hendi West sem fór reyndar að miklu leyti fram á samfélagsmiðlum. Fyrr í þessum mánuði birti West svo færslur á Twitter og Instagram sem brutu gegn reglum hatursorðræðu. Á Instagram íaði hann að því að rapparanum Diddy væri stjórnað af gyðingum og Twitter skrifaði hann færslu sem gaf í skyn að einhvers konar ógn stæði af gyðingum sem þyrfti að bregðast við. Skrifin vöktu mikla reiði vestanhafs og fyrirtækin Balenciaga, Gap og JP Morgan slitu samningum við West. En Adidas þótti heldur seint að bregðast við. Fjöldi fólks þrýsti á fyrirtækið að hætta samstarfi við rapparann sem meðal annars hefur hannað hina geysi vinsælu Yeezy skó fyrir Adidas.
Hlutabréf í fyrirtækinu tóku dýfu og í dag dró til tíðinda. Adidas segist hafa slitið samningum við Vest. Gyðingahatur eða hverskins hatursorðræða verði ekki liðin. Fyrirtækið gerir ráð fyrir 250 milljóna evra tapi vegna samningsslitana. Og nánar verður fjallað Kanye West í fréttaskýringaþættinum Heimskveður sem á dagskrá Rásar 1 á laugardag. En þá að öðru, Reykjavík glæpasaga, ný bók eftir Ragnar Jónasson og Katrínu Jakobsdóttur komin út. Ragnar margreyndur glæpasagnahöfundur en þetta frumraun forsætisráðherra á þessu sviði. Útgáfu bókarinnar fagnað í Iðnó og þar Kristín Sigurðardóttir fréttamaður og væntanlega með höfunda verksins með sér eða hvað? Jú, það stemmir og það mikill áhugi fyrir þessari bók. Hér búin að vera fjöldinn allur af fólki til þess að koma og ná sér í áritað eintak og bara til hamingju með bókina. Takk fyrir. Ég verð bara að byrja að spyrja þig Ragnar, nú ert þú náttúrulega að skrifa bók með konu sem vön að stýra heilu landi, hver réði mestu? Þetta mjög góð spurning, ég held að þetta verið nokkuð og þetta búið að vera mjög skemmtilegt, við komumst að við erum ósamlega mjög margt, þó við mjög góða vinir, en við erum sammála fegurðina í góðri sögu. Katrín, er ekkert að gera í forsætisráðuneytinu? Já, og nú spyrir. Nei, ég held að allir stjórnmálamenn hafi gott að eiga áhugamál og svo þegar COVID-19 skall á var mjög gott að hafa eitthvað hugsun sem einmitt kallaði á innveru. Því þá var einhvern veginn allt félagslíf lá niðri. Þannig að þessi bók skrifuð að miklu leyti í gegnum heimsfaraldur og ég leyfi mér að segja að það að hafa þetta verkefni fyrir höndum eiginlega var bjargaði minni geðheilsu í gegnum þennan heimsfaraldur. Er þetta eitthvað svona framtíðarstarf sem þú ert að sjá hérna? Nei, við Ragnar erum til dæmis ekki sammála þetta, en nei, ég held að allavega nú bara kemur þessi bók og það bara gott í bili. Nú ert þú að feta í fótspor Davíðs Oddssonar, hann síðustu forsætisráðherra sem skrifaði skáldverk í embætti. Hvernig finnst þér það? Já, takk fyrir að minna á það. Ég held líka bara að það nú ekkert margir forsætisráðherrarnir sem hafa setið fleiri en eitt kjörtímabil en ætli þar ljúki ekki í samanburðinum milli okkar Davíðs. Áttu til hamingju með þetta. Hvað ég best veit hefur enginn verið ráðinn á dögum hér í dag, en þetta glæpasaga, þannig að fólk verður bara að lesa sér til þetta í bókinni. Við vorum það haldist þannig. Takk fyrir þetta Kristín Sigurðardóttir í Iðnó. Sprengjueyðingarsveit Landhelgisgæslunnar eyddi í dag bresku tundurdufli úr seinni heimsstyrjöld sem kom í veiðarfæri íslensk togara norðan við Siglufjörð í gær. Sprengjusveitin fór til móts við skipið á slöngubáti í gærkvöld, hífði djúpsprengjuna borð og fór með hann í land. Slíkar sprengjur geta verið stórhættulegar, sérstaklega í ljósi aldurs þeirra og hugsanlegra tæringar. Hádegisbil í dag var svo farið með tundurdufli út á Siglunes þar sem því var eitt neðansjávar. Til greina kemur að hefja gjaldtöku inn á útsýnispallina á Bolafjalli á Vestfjörðum. Vegurinn upp á fjallið lokaður en fólk lætur það ekki stoppa sig í að fara á pallinn. Útsýnispallurinn á Bolafjalli hefur stimplað sig inn sem vinsæll ferðamannastaður á norðanverðum Vestfjörðum. Tugir þúsunda koma á pallinn í sumar en nú búið að loka veginum upp á fjall. Það byrjað að snjóa og veður getur breyst mjög stuttu fyrirvara og við getum ekki tryggt öryggi okkar gesta án þess að hafa veginn lokaðan. Það setja þó ekki allir fyrir sig vegalokanir og kalt veður. Sumir nýta tækifærið til að fara í fjallgöngu og uppskera stórbrotið vestfirskt útsýni þegar á toppinn komið. So nice place, so beautiful and a little bit windy. Yes, it's cold but amazing view. Bandaríski herinn lagði veginn á Bolafjall á 8. áratugnum fyrir radarstöðuna uppi á fjallinu. Hann nú í umsjá Landhelgisgæslunnar. Vonir standa til að hægt verða að halda veginum opnum lengur með því að ráðast í endurbætur. Það þarf að leggja bundið slitlag, það þarf að setja vegrið, bæta merkingar og svo þá hægt að halda honum opnum með því að moka. Fjármagn mætti meðal annars fá með gjaldtöku við útsýnispallinn. Við höfum sagt að það klárlega eitthvað sem við ættum að stefna að þeir innviðir sem þarf að byggja upp hérna ættu að greiðast af gestunum sem koma hérna. Jón Páll telur fyrir séð að gestum muni fjölga. Það eru 100.000 manns, sagði ég fyrst innan 10 ára, en ég heldur sem bara að tala örfá ár, 2-3. Bergsteinn, hvað ætlið þið að fjalla í Kastljósi kvöldsins?
Í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla gerendur í ofbeldis- og eineltismálum. Við ræðum meðal annars við móður dreng sem tók þátt í að senda hatursfull skilaboð til annars stráks, mál sem við fjölluðum fyrir skemmstu. Svo verður rætt við Maríu Aljókínu, meðlum punksveitarinnar Pussy Riot sem stödd á Íslandi, þar sem hún undirbýr myndlistarsýningu og tónleika. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og þá að veðri. Dregur úr vindi í nótt, austlæg 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun, hvassast syðst. Skýjað austan til með norðurströndinni og sums staðar dálítil væta en annars yfirleitt létt skýjað. Hiti 2 til 9 stig að deginum, hlýjast syðra. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Heimsmeistaramótið í Fischer slembiskák hófst í Reykjavík í dag. 10 af bestu skákmönnum heims keppa á mótinu, þeirra á meðal heimsmeistarinn Magnús Carlsen. Svindlhneyksli hefur skekið skákheiminn síðustu vikur. Til að sporna gegn svindli á mótinu fer keppnin í ár fram í nokkurs konar tímahylki og áhorfendur þurfa að afhenda síma og önnur snjalltæki við dyrnar. Ég var að segja bara starfsfólkinu að þetta voru Back to the Future, það myndi að skilja þetta betur. Og næststigasta umferð meistaradeildar Evrópu hófst nú síðdegis. 2 Íslendingar voru í byrjunarliði FC Kaupmannahafnar sem sótti Sevilla heim til Spánar. Íþróttir hér eftir andartak. Þá förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þingmenn stjórnarandstöðunnar voru sakaðir málþóf þegar dómsmálaráðherra mælti fyrir útlendingafrumvarpinu á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan krafðist þess að umræðunni yrði frestað. Ný ríkisstjórn er að taka á sig mynd í Bretlandi eftir að Rishi Sunak tók við embætti forsætisráðherra í morgun. Hann heitir því að sameina þjóðina og bæta fyrir mistök forvera síns. Stjórnvöldum og samfélaginu öllu tókst vel að glíma við kórónuveirufaraldurinn. Þetta er niðurstaða nefndar á vegum forsætisráðherra. Þó voru sumar settar reglur of flóknar. Meðlimur Pussy Riot gagnrýnir vesturveldir fyrir aðgerðaleysi gagnvart uppgangi rússneskra stjórnvalda sem fæst hafi nær alræðisstjórn undanfarinn áratug. Mótmælendur í Rússlandi séu barðir, pyntaðir og teknir úr umferð. Íþróttavöru framleiðandinn Adidas hefur slitið samningi við rapparann Kanye West. West lét hatursfull ummæli gyðinga falla á samfélagsmiðlum og vöktuðu mikla reiði vestanhafs. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is en næstu fréttir verða lesnar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst á, sæla sinni. Á RÚV í kvöld. Sannleikurinn skyndibita er heimildamynd þar sem hópur vísindamanna kannar hvaða áhrif slíkt mataræði hefur á heilsu fólks, líkamlega sem andlega. Trúður, hrakfallabálkurinn Frank, tekst alltaf að koma sér og vinum sínum í vandræðalegar aðstæður. Hljómsveitin er dönsk gamaþáttaröð. Lífið í